Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur rétt eina ferðina. Við ætlum að koma víða við hérna á eftir. Við fjöllum til dæmis knattspyrnumenn í Vopnafirði í liði Einherja. Þeir brugðu sér til Barcelona strákarnir og sögðust alltaf fara í æfingaferð en heimamenn óttast það mest að stjórnendur Barcelona kaupir hreinlega Einherja liðið upp eins og það leggur sig. En það kemur í ljós hvort að strákarnir skila sér heim. Við ætlum líka að fjalla ungt tónlistarfólk í Vopnafirði sem kom, sá og sigraði í nótfunni svokölluðu uppskeruhátíð tónlistarskólana sem haldið var bæði hérna í Hofi og síðan lokahátíðin í Hörpunni í Reykjavík. En við byrjum í skógræktinni. Það komið svolítið svona vorilmur í lofti sem betur fer eftir frekar langan og erfiðan vetur. Og það þolinmæðisverk að rækta nytjaskóga á Íslandi. Fyrst að koma plöntunum til, gróðursetja þær, bíða síðan eftir að þær róti sig í jarðveginum, en síðan taka þær að þjóta upp og þá tökur við að grisja og höggva niður trén þeir eru orðin svona 30-40 ára gömul. Og það ljóst að vaxtarhraði trjágróðurs á Íslandi hefur aukist mikið á síðustu árum. Kemur þar fyrst og fremst tvennt til, hlýnandi veðurfar og kynbætur trjátegunda til að auka vaxtarhraðan. En þegar plönturnar stækka þarf að grisja og síðan tekur skógarhöggið við. Þetta erfitt starf, en nú hafa verið þróaðar tölvustýrðar vélar sem vinna á við marga skógarhöggsmenn. Ein slík hefur verið flutt til landsins og í eigu vélafyrirtækisins 7-9-13. En eigandi þess Kristján Már Magnússon. Hann segir næg verkefni framundan. Það nóg að móða út úr, það áætlað þessi 3.000-4.000 rúmmetra sem þarf að grisja, sem fer til Elke. Og þetta hringferð, ein hringferð á ári með græna. Árið 1989 hófst skógræktarátak á Héraði, en þá var plantað fyrstu plöntunum á vegum Héraðsskóga sem samstarfsfélag skógræktarbænda á Héraði. 2 árum síðar var verkefnið komið á fullan skrið og eftir það hefur árlega verið plantað 1,5 milljón trjáplantna. Þeir bjartsýnustu sögðu kynróðalaust í upphafi að úr þessum plöntum yrðu nytjaskógar í upphafi þeirrar aldar sem nýlega hafin. Efasemdarmenn glottu þá við tönn, en nú hefur reynslan sýnt að skógræktarmennirnir byggðu ekki skýjaborgir. Það vitna gróskumiklir skógar á Héraði. Hliðstæð átök fóru í gang víðar landið, þannig að reiknað með því að íslenskir skógar skili af sér á næstu árum 4.000 tonnum af iðnviði sem eftirsóttur vegna kolefnisbindingar. Það voru sænskir sérfræðingar sem komu með þessari töfravél til landsins og þeir voru agndofa yfir því hvað Kristján var fljótur að ná leikni með vélina. Christian as an operator, Christian have shown really good skills. Our instructor Jörgen have told me that only after a couple of hours he have almost 100% control over the machine. Christian had to drive the harvester in Sweden, in the Swedish forest, and he learning very fast and so looks very good from the first time. Kaupin á þessari vél hafa verið lengi í undirbúningi og það dugir ekki að flana að stórum fjárfestingum. Margir skógræktarmenn hafa komið að þeim bollaleggingum með Kristjáni. Þetta búið að vera 2 ára prósess að bæði svona velta þessu fyrir sér og tala við skógareigendurna og svo finna tæki og svo gjaldeyrisvöftin. Það fullt af hlutum sem þarf að skoða en núna var rétti tíminn að ég held. Þessi vél engin smá smíði eins og sjá má, en þrátt fyrir það hún lipur í snúningum. Vélin 8 hjóla og liðstýrð og það hægt að lyfta upp hásingum til þess að fara í krappa beygir og krækja fyrir tré og svoleiðis og hún mjög lipur í skóginum. Og hausinn þannig gerður að þú getur tekið í hann 2-3 tré eftir hvað sver. Og það minnkar færslurnar og eykur hraðan.
stærðin á trjánum, hann getur tekið 48 cm tré í þvermál og niður í 3,5 cm sem hann getur afgreinað og svo rúmmálsmælir hann allt og lengdir og tegundir. Þetta svo minnsta stóra vélin, eins og við köllum þetta. Þetta svona, hún 17 tonn á þyngd og hún 2,70–80 breidd og hún afkastar á við kannski 10 kalla þegar menn eru komnir með góða leikni á hana í góðum aðstæðum. Kristján hefur undanfarin 4 ár starfað við grisjun og skógarhögg. Hann segir þá reynslu ómetanlega við að lesa í skóginn. Það ekki sama hvaða tré tekin hverju sinni. Ég búinn að vinna, í 4 ár við skógarhögg og grisjun. Og það náttúrulega alveg lykilatriði því að vera búinn að vinna allavega þennan tíma til þess að vera búinn að læra að meta trén. Því þetta miklu peninga þegar eftir 50–60 ár þá mikið atriði að skilja eftir bestu trén til að auka gróða skógareigandans. Þetta skiptir alveg sköpum. Þetta raun og veru stæðsti hlutin í þessu að velja réttu trén. En hvað skógarhöggsmaðurinn að hugsa þegar hann fer skóginn með þessu stórvirka tæki? Já, það náttúrulega bara að passa trén, sko. Það lykillinn að velja réttu trén og skemma ekki þau sem eftir verða, sko. Það það sem maður þarf að hugsa fyrst og fremst, sko. Til þess að skila góðu verki. Og svo þetta svona, maður náttúrulega hugsa vélina, að hún sé í lagi og svona, þetta rekstrar hlutin að þessu líka, sko. En númer 1, 2 og 3 það umgengnin í skóginum. Já, það þarf vissulega að passa sig og lesa í skóginn, en á svona trillitæki hlýtur annars lagið að koma upp svo hugsun að láta bara vaða á allt saman. Nei, það má ekki, en það voðalega þægilegt. Þá nóg rými til að vinna með krananum sem nær 10 metra til beggja handa. Hér eru bræðurnir og skógarbændurnir í skógargerði, Gísli Skógar og Sigfús Ingi Víkinsynir að grisja elsta skóginn í skógargerði. Þessar plöntur sem þeir eru að handleika hér eru á 30-aldri en stóra vélin hendar best eftir að plönturnar eru komnar yfir þann aldur. Það standast fáir þeim bræðrum snúning við gróðursetningu en þeir segja mikilvægt að gróðursetja skipulega til að gera grisjunina og síðar skógarhöggið markvissara. Kristján líkir skógarhögginu við eins konar taflmennsku. Það bara að passa sig að vinna, fara rólega og þetta svolítið eins og að tefla. Það reynir ótrúlega á. Maður vinnur stutta vinnudaga til að byrja með. Það farið að sjóða á hausnum á mann eftir 3–4 tíma. Vaxandi skógar héraðsmanna eru mikil orku auðlind og ef við horfum yfir alla skógalandsins þyrfti að grisja úr þeim það bil 5.000 rúmmetra á ári. Og það vaxandi spurn eftir þessu hráefni til dæmis í stóriðjur og til húsahitunar og verðið hefur hækkað ár frá ári. Lárus Hreiðarsson mældi vaxtarhraða föru í Breiðdal og út frá þeim mælingum áætlar Skúli Björnsson hjá Barra í Fellabæ að lífmassi héraðsskóga aukist 40–50.000 tonn á ári. Verðmæti þess massa 320 milljónir króna. Kristján þarf því ekki að kvíða verkefnaleysi á næstu árum og jafnvel áratugum og hann afskaplega ánægður með hvað þessari nýjung hefur verið vel tekið. En það bara gaman að sjá hvað fólk svona tekur vel á móti svona einhverju sem nýtt og þetta svona greinilega opnast þessi umræða nýta skóginn. Það virðist vera það að opnast umræðan og menn að vera meira meðvitaður krónurnar sem eru í skóginum. Það eru býsna margar. Þá er ég komin hérna inn í íþróttahúsið í Vopnafirði og að fylgjast með æfingu hjá Einherja
það er að segja meistaraflokki karla og segir mér þá ég er bara móður af því að horfa á strákana en fá að finna fyrir því. Og það er mikill knattspyrnu áhugi hérna í Vopnafirði, enda fóru strákarnir upp deild í fyrra og eru að búa sig undir átökin í 3. deild í sumar. Og ég er búinn að finna hérna þjálfaran Sveittan, þú færð að taka á því með þeim. Já, sjálfsögðu, ég ætla að reyna að spila með þannig að þá erum við bara að æfa eins og liði. Þið voruð í 4. deild í fyrra og unnið ykkur upp. Já, það var okkar markmið að vinna okkur upp deild. Það er mikið gróska, mikið af fólki og liðið er eingöngu byggt af heimamönnum, þannig að það er bara gaman að því. Var það ekki svolítið erfitt, mikil ferðalög? Jú, við drófumst í riðil sem voru eingöngu sunnanlið, þannig að það voru allir leikir í suður. Það er mikið ferðalög og við reyndum að taka 2 leiki helgi til að spara peninga. Kostaði þetta ekki deildina bara stór fé? Jú, en sem betur fyrir er mikið af fólki sem stendur í baki okkur og við sjálfur duglegir að safna fyrir ferðalög. Það kemur heim og saman. En nú er það 3. deild og þar eru með ykkur í deildinni lið sem að ég er ekki eins langt að sækja því. Já, en þetta er svo sem vítt og dreift landið. Við þurfum að fara á Grundarfjörð og í Garðinn og út allt land, en við getum keyrt í einhver leiki. Það er svona auðveldara að við förum á Hofsfjörð og Egilsstaði og Grenivík og aðeins styttri ferðalög heldur úr með fyrra. Svo er það að fara í æfingaferð til útlanda? Já, við ætlum að skella okkur til Barcelona. Það var svona ein gulrótin á undirbúrstímilinu hjá okkur að fara í þessa ferð og borguðu hlutaðan sjálfur og höfum safnað fyrir restinni. Magnús, þú ert formaður Einherja. Uppgangur í félaginu og mikill áhugi bæði fyrir knattspyrnu hjá strákum og stelpum. Hvernig gengur að halda svona félagi gangandi? Það hefur mest að gengið ágætlega hjá okkur. Þetta er auðvitað mikið utanumhald. Við vorum að velta 14,4 milljónir fyrra og skilum 230.000 krónum í hægna, þannig að við getum ekki að vera stolti við því. Eru heimamenn duglegir að styðja við bakið á ykkur fjárhagslega? Já, bara almennt, við njótum bara mikil stuðnings í samfélaginu hérna, þannig að bæði fjárhagslega og svo bara þessi móralski stuðningur sem við finnum, hann náttúrulega er okkur gríðarlega örmuna í starfi. Og við, eins og ég nefndi við áðan Gísli, svona utan vélarinnar, að þá fórum við þessu uppbyggingu á vallarsvæðinu þannig fyrra og við höldum áfram í sumar og komum til með að víða þann völl á sumrinu, þannig að það verður mikil og stór stund þegar það gerist. Nefndi að við þjálfaran ykkar áðan þið eru að fara til Spánar, þið óttist ekki að liðið verði keypt upp þar? Jú, ég óttast það. Ég hins vegar heyrði það að þjálfarinn er svo lítillátur, hann óttast það ekki. Ég hins vegar er samfærður það að við þurfum að berjast fyrir því að halda þeim hérna heima. Enda eins og við sýndu hérna síðastliðið sumar, þá er þetta bráðefnilegir og duglegir strákar og það sem við erum auðvitað stoltust af er að þetta eru fyrst og fremst okkar drengir. Svo við fengið nokkuð tilskott annars staðar frá, meðal annars frá Akureyri og einn úr Reykjavík á þeim tíma og þeir bara féllu svo vel á hópnum, þannig að þeir voru bara eins og innfæddir. Þú óttast ekki að stjórnarmenn Barcelona sjáu hópinn og kaupi liðið hreinlega upp? Nei, ætli það. Nei, ég reikna ekki með því, en við ætlum hérna bara að þjappa hópnum vel saman og æfa 2 ára dag og spilum hérna 2 æfingarleiki og síðan hérna er bónus við förum að sjá Barcelona leik, þannig að þetta verður bara gaman. Vonandi sól, komast úr snjónum. Bjarsýnn á sumarið? Já, við reynum að vera það. Við hérna, eins og ég segi, við byggjum þetta upp á heimamönnum og mórallinn er mjög góður, menn standa hérna saman og spennandi tíma framöndan, nýr völlur og hérna, eins og ég segi, þorpið og íbúar hérna, þeir standa þétt við baki okkur og það er mikið vígi að koma hérna á Vopnafjörð, þannig að þetta verður spennandi. Er það tilfellið að allir sem eru annað borð ferðafærir í Vopnafirði komi á völlinn til að hvetja sína menn þegar það er heimaleikur? Já, það er allavega mjög margt á leikjum og hérna við tókum 10 leiki hérna heima og unnum alla í fyrra, þannig að með markatölunni 43-3, þannig að það er, og stuðningurinn hann hjálpar, það er klárt. Er þá ekki stefnan að komast upp í næstu deild? Já, sjálfsögðu, við hérna förum bara inn í mótið með því að reyna að vinna alla leiki og okkar stefna klálega að fara upp. Annars verðum við ekki í þessu. Það er ekkert gaman að vera bara með til að taka þátt. Við verðum að stefna að ykkur og það er klárt mála að við ætlum að reyna að fara upp. Það er bara þannig. Þú er greinilega trú á þínum strákum. Er þetta efnilegt lið? Já, mjög efnilegt lið og menn standa saman og standa þétt við baki okkur og öðrum ef menn gera mistök og þá munum bara klappa á bakið og þannig stöndum við saman og höfum gert alltaf, þannig að það er stefnan hjá okkur, vera jákvæðir og hafa gaman að því sem við erum að gera og við höfum gaman á fótbolta og þess vegna reynum við að spila góðan fótbolta
standa saman. Þá segi ég bara gangi ykkur vel í sumar og góða ferð til Barcelona. Já, þakka kærlega fyrir og takk fyrir komuna. Já, Vopnfirðingar eru að gera það gott ekki bara á fótboltavellinum. Krakkarnir hér úr tónlistarskólanum voru að gera það gott í Hörpu síðustu helgi. Þar var nótan haldin, svona loka tónleikar nótunar. Fyrst var þetta spilað í Hofi og seinna lá leiðin í Hörpuna af því að krakkarnir stóðu sig svo vel í Hofi. Og í Hörpunni, já, stóðu þið uppi sem sigurvegarar, ekki rétt? Jú, við vorum með 10 sem var valið síðast. Svo hérna, já, í grunnnámi ég held að það var 4 sem var valið. Varst ekki stoltur af þínum krökkum? Ég var stoltur og mjög hissa, sko, bjóðumst ekkert við svona árangur. Þetta fyrsta skipti okkar, hérna, til að fara á þessu. Við gerum þetta bara til reynslu, sko, ekki til að vinna. Svo við vorum mjög hissa bara að koma frá hérna Hofi og hérna meira hissa til að sigra þetta á Hörpu. Ég bjóðst ekki afsakið. Þetta mikil viðurkenning fyrir ykkur krakkana og fyrir þitt starf hér í tónlistarskóla. Já, og mjög hvetjandi fyrir krakkana líka. Það er það. En það er kannski erfitt að byggja á þetta. Það er ekki hægt alltaf að vinna það. Og þetta er verk sem að þú semur fyrir krakkana. Hvers vegna fórstu í það að semja nýtt verk? Bara því, sko, þetta hóp er svolítið spes, þetta er svolítið óvenjulegt hóp að það er ekki mikið til fyrir krakkar sem eru kannski á þessu aldur, svo ég þurfti að semja eitthvað sem passaði bara fyrir þetta hóp. Það er svo margir píanistar, sko, það var að nota píanistar, ekki alltaf á píanói, þá nota á klukkuspilinu og það er ekki alltaf erfitt, ekki alltaf einfalt til að finna eitthvað sem passar. Þú kallar þetta vetrarbrautina? Vetrarferð, já. Vetrarferð, já. Já, vetrarferð, bara í gamlu. Hvað ertu með í huga? Er þetta gnauðið í storminum í Vopnafirði eða? Nei, alls ekki. Þetta var sem sagt ætlað sem jólaferð fyrst og klukkuspilin voru þá sem sleðabjöllar og hérna, nei, bara róleg ferð í gegnum fallegt. Já, og sér fyrir þér sem sagt vott fyrst hreindýr á bullandi ferð með sleða og bjöllur. Já, einmitt fyrst. Þannig ekki alveg vetrarferð. Er mikil músík í krökkunum? Já, í nokkra bekkar og þessi hérna fyrst sérstaklega fjórðu bekk sem nú þetta fjórðu bekk mitt hérna og þeir byrjuðu með mér í fyrstu bekk og ég er ennþá með þeim eftir 4 ár, þannig ég þekki þessi krakkar mjög og þeir eru mjög músikalsk og áhugasöm líka. Duglega að æfa sig? Yfirleitt, já, einmitt, yfirleitt. Og einbeitt að halda áfram og læra meira? Já, eins og sko, ég vona að þetta endast, sko, þetta kemur verða erfiðar þegar þeir komin upp í 5. og 7. bekk og því þeir eru eldra. Vonandi halda þeir áfram.
Jæja, segðu mér, á hvaða hljóðfæri spilar þú í hljómsveitinni? Flautu. Spilar á flautu? Og skemmtilegt að spila á flautu? Já. Langt síðan þú byrjaðir? Já, ég búin að vera þegar ég var í fyrsta bekk. Segðu mér, hvernig var það nú að stíga á svið og spila fyrir fullt af fólki? Gaman. Var þetta ekki erfitt? Bara svolítið. En hefur þið gaman að því að vinna í svona hóp? Já. Er þetta ekki vandi? Nei, kannski stundum. Þú spilar á píanóið? Já. Búin að vera lengi að æfa? Þetta 4. árið mitt. Og allar að halda áfram? Já. En hvernig kom það til að þið fóruð bæði í Hof og Hörpu? Tónlistarkennarinn vildi að við færum að taka þátt. Það hefur gengið vel? Já. Varstu ekkert nervus að fara upp á þetta stóra svið í Hörpu? Svolítið. Þetta voru svolítið ævintýralegt ferðalag líka? Já. Stórhríð? Já, það þurfti snjómokstursbílar að moka á undan okkur. Voruð þið ekkert hrædd? Jú, við vorum hrædd að við kæmumst ekki. Það var ekkert erfitt að læra þetta? Nei. Kemur með æfingunni? Já, æfingin skapar meistarann. Þetta var langt og strangt ferðalag sem að þið lögðuð í til þess að komast á sviði í Hörpu. Já, heldur betur. Við vorum í 7 tíma á Akureyri, fyrstum að fara á ströndinu og lentum á eftir Flugvistarki. Fórum í gegnum nokkra snjóskafla og váfjör. Var mannskapurinn ekkert hræddur að þið neitt ekki hafa þetta? Jú. Það var mikið stress á leiðinni. Það var svo að senka fluginu hvað tvisvar. Tvisvar. Að svo fluginu frá Akureyri til Reykjavíkur. Var ekki svolítið spenningur í mannskapnum að gangin á sviðið í Hörpu? Jú. Það var rosalega gaman. Mér fannst þau samt. Þau voru mjög... ótrúlega yfirveguð. Voru kannski foreldrarnir stressaðri? Já, ég myndi segja það. Sérstaklega mennirnar, sko. Börnin bara eins og væri hérna í Miklagarði. Þau voru ótrúlega yfirveguð, já. En þegar upp var staðið og þið heyrðuð og sáu að þú hefði fengið þessa viðurkenningu, voruð þið ekki stolt? Jú, mjög stolt. Það komið tár og svona í augun á okkur og svona. En þið getið verið stolt af ykkar æsku fólki, það er mikil gróska hér í æskulýðsstarfsemi og æskulýðsfélaginu og þessi hljómsveit hér úr skólanum ber unga fólkinu gott vitni, er þið ekki stolt af ykkar æsku líð? Jú, þetta er bara frábært, það er æðislegt og bara nóg að gera hjá öllum börnum. Manni finnst alltaf vera mikið að vera, það er ekki pláss fyrir meira held ég. Alltaf eitthvað að vera, full skrá. Þú sagði mér áðan að þetta væri 4. veturinn hérna á Vopnafirði og þú talar nú alveg þokkalega íslensku og lítur að hafa verið búin að vera hérna á Íslandi eitthvað áður. Já, ég var það, ég bjó fyrst á Raufarhöfn milli 79 og 83 og kom einu sinni þá til Vopnafirði í heimsókn til að spila með Séra Haukur sem var presturinn. Og svo fór í söður og kendi á tónskóla Sveins í 3 ár áður en ég fór út aftur til Englands. Svo ég kom aftur núna í 2010. Og inn á milli kom ég með barnakór frá Englandi til að spila, til að syngja á Húsavík og Akureyri og Reykjavík líka. Tvisvar meira segja það. Þannig að Ísland er alltaf búin að vera inn í mér. Móttfirðingar yfirleitt svolítið músikalskir og söngunni? Já, mikið hafa sérstaklega í söng sko. Við með 2 kóra, 3 kóra, barnakór og kirkjukórin og karlakórin byrjuði í núna. Þannig að það alltaf nú... Þannig að nóg að gera? Já. Mikið fjör? Já. Gangi þér vel? Sérstaklega núna, það er hérna tónleikar. Gangi ykkur vel? Já, þakka ykkur.